Næsta skref að taka mótorinn hérna og festa hann til bráðabirgða á mótilið. Ef maður skoðar teikninguna þá sér maður að frá eldvegnum og aftan á spaðan þurfa að vera rétt rúmlega 10 cm eða nákvæmlega 4 tommur. Og þess vegna, til þess að festa mótorinn á búkkan hérna, þá ætla ég að mæla. Byrja bara á því að setja hérna klemmur til að halda honum á. Svona. Síðan ætla ég að mæla aftan frá búkkanum og aftan á þessa spýtu sem ég setti á. Þannig að það sé það bil 10 cm eða 4 tommur. Þetta er aðeins rétt rúmlega. Gerir svo mikið til en aðeins að hliðra þessu inn. Nú er þetta nákvæmlega 4 tommur eða 10,2 eða svo. Hérna þarf ég að festa mótorinn. Til þess að ég geti merkt á þennan búkka, því hann er svartur og plasti, þá er ég búinn að setja svona smá málaralimband á hann. Þannig að nú get ég farið með tuss hérna onni og merkt götin. Svona. Þessi slanga er á fyrir, þannig að ég þarf að taka hana frá aðeins. Svona. Svona. Nú er ég búinn að merkja hérna á búkkan hvar götin þurfa að koma. Með búkkanum fylgja þessar svakalegu skrúfur. Þær eru 3,5 mm yfir og passa þess vegna ekki í mótorinn hjá mér. Þannig að ég þarf að fá mér öðruvísi skrúfur. Og ég ætla að setja bara 3 mm bolta og rær hinum megin. Nú er ég búinn að setja mótorinn á og stilla stýringuna af þannig að nú hreyfist servóið hérna inn í á réttan hátt og mótorinn ætti að geta gengið rétt. Og fyrst ég var að vesenast með stýringuna og þá er hliðarstýrið í virt og hægðarstýrið líka. Nú er nokkuð ljóst að skref nummer 47. Já, er auðvitað að skrifa með vinstri hendi ef maður er ekki örhendur. En skref nummer 47 er búið.